Þetta hann Sindri Þór Unnarsson. Hann 30 mánaða og hann var til upp á Artmedica. Artmedica barn? Já, Artmedica barn. Rosalega vel heppnað eintak. Æðislegt. Hvernig fer svona fram? Hvað er þetta langur prósess frá því að maður sækir eða? Já, þetta alveg nokkrir mánuðir ef við tökum með alla lyfjagjöfina og eins og við gerðum þetta, þá þetta lengri prósess. Já. Af því að það eru hormónar, við þurfum að taka hormóna. Já, þú gekkst með barnið? Já. Ertu að sprauta hormónum? Nei, hún þurfti að sprauta sig, hún þurfti að taka miklu meira hormóna því að við vorum að nota eggið hennar. Já. Segðu okkur aðeins frá ykkur Unu. Eru þið búin að vera saman lengi? Við erum búin að vera saman 2,5 ár. Rúm 2,5 ár. Hvenær ákváðuð þið að þið vilduð eignast barn? Við vorum alveg nákvæm, við vildum eignast barn áður en við kynntumst. Já. Og sérstaklega mér var búin að langa í barn rosalega lengi. Já. Og en saman þá var það 1,5 ár kannski, rúmt 1,5 ár þegar við byrjuðum að ræða það. Já. Hvernig tókuð þið ákvörðun hvor myndi ganga með barni? Við ákváðum eiginlega að því að Bryndís eldri, en þá vorum við náttúrulega ekki búin að átta okkur af því að ekki mitt náttúrulega yngra. En það var bara einhvern veginn svona ákvörðun sem að við vorum búin að ákveða báðar ómeðvitað að hún myndi ganga með fyrst. Já. Þannig að það var svona eiginlega engin spurning frá byrjun bara. Ætlaði að eignast annað barn? Já. Ætlaði þú ganga með? Ó, en skemmtilegt. Það náttúrulega, þú veist, maður skilur það. Þetta náttúrulega lífsreynsla sem að... Já, þó ég hafi horft á fæðingu, að það verið samt ekki tilbúin til að missa þessari reynslu. Nei. Þó ég hafi alveg fengið næstu því nóg, þegar ég var að horfa á og var svona hálf traumatæst í nokkra vikur eftir. En þá finn ég samt alveg að ég ekki tilbúin til að missa því. Nei. Hvernig tekur samfélagið ykkur, 2 mæðrum með lítið barn? Ég bara hef ekki fundið fyrir neitt að við séum eitthvað öðru snarri. Nei, alls ekki. Neins staðar. Nei. Bara, þetta orðið svo opið núna. Já.